Það bara alveg beðið með eftirvæntingu. Bara fyrst af öllu, takk fyrir að koma og vera með okkur í dag. Meira eftir að fá að koma og takk fyrir þetta dásamlega veður sem þið gefið okkur Hvammstanga, yndislegt. Við ætlum að byrja, þetta eru 2 verkefni sem við verðum að kynna í dag og annað þeirra Ratsjáin. Hitt heitir Rising og Sigurður fer yfir það og áður en hann byrjar þá lauma ég mig sennilega út, þannig að bara þið vitið það fyrir svo. Við Selma ætlum að fara aðeins yfir Ratsjáina og kynna fyrir ykkur og mér langar bara að hvetja ykkur til þess að stoppa bara hvenær sem og spyrja okkur og líka í lokin eða alveg í lokin þegar spurningarna vakna. Þannig að við getum haft þetta miklu meira samtal líka eins og ykkur finnst bara best. Ég heiti Ásta Kristín og stýri íslenska ferðaklasanum. Við ásamt Nýsköpunarmiðstöð erum búin að eiga þetta verkefni síðan 2016 þegar við fórum fyrst af stað með það. Þá var það í rauninni svona yfir allt landið, fengum með okkur bakhjarlastöðninga frá fyrirtækjum. Það var félag ferðaþjónustubænda meðal annars sem stóð að því með okkur og svo var ferðamálastofa sem kom að þess að því líka og vorum svo með fyrirtæki, vorum með Landsbankann og Valitor sem að studdi við verkefnið á upphafsmetrónum. Í ár erum við síðan með stuðning frá byggðaáætlun við verkefnið, þannig að við komum til með að fara með það vítt og breitt landið og í þessum formulega pakka byrjum við á Norðvesturlandi sem ótrúlega skemmtilegt. Þannig að þið á árinu 2019 er fyrsta landsvæði sem við ætlum að fá að vinna með og vonandi verður bara góð þáttaka. Bara aðeins svona bakgrunninn frekar. Við höfum haldið eins og ég kom inn á 3 sinnum áður. Fyrst var allt landið, síðan fórum við niður á landshlutana, tókum Austurland 2017 og svo Ísafirði 2018. Verkefni í grunninn byggt á, og það gæti alveg verið að ykkar kannist við svona formið á þessu verkefni. Þá þetta unnið í kringum hugmyndafræði sem hét Spegillinn og Íslandsstofa tók sennilega 3 svoleiðis verkefni síðast árið 2012. Síðan fundum við að það var komið mikil eftirspurn og svona var mikill áhugi á því að taka upp þetta verkefni aftur og Íslandsstofa ætlaði sér ekki að fara með það áfram. Þannig að við bara fórum í bandalega með Nýsköpunarmiðstöð áfram með það að vinna þetta verkefni. Hugmyndafræðin gengur út af það að þetta óbúslega mikil jafningja svona nálgun. Það eru sérfræðingar sem koma að því að sitja með fyrirtækjunum og fara í gegnum ákveðnar greiningar og koma með tól og tæki. En fyrst og fremst þetta fyrirtækin að deila reynslu, deila þekkingu sín á milli. Selma mun fara svona meira í skipulagi hvernig fundirnir ganga fyrir sig og til hvers ætlast. Ég ætla svona kannski aðeins að segja ykkur bara frá því svona stóru myndinni. Það eins og ég sagði áðan, við erum komum nokkur að verkefninu sem svona ákveðið teymi. Við munum fá utanaðkomandi ráðgjafar sem eru þá sérfræðingar á sínu sviði í markaðs eða sölu eða tæknimálum. Og fyrst og fremst og það sem ég hefur fundist ganga best í þessu verkefni þegar fyrirtækin eru sjálf að deila sinni reynslu og þekkingu með hvort öðru. Í lok hverjar yfirferðar með hvert verkefni, hvert fyrirtæki, fær það í hendurnar svona raunhæfar úrbótatillögur sem það getur síðan nýtt til þess að halda áfram sinni vinnu inn í sínu fyrirtæki. Þetta eru þeir þáttakendur sem tóku þátt í Ratsjáinni 2016. Það voru 8 fyrirtæki, þau komu víðsvegar á landinu eins og þið sjáið. Þau höfðu mjög ólíkan bakgrunn, ólíka reynslu, þannig að þau höfðu svona sitt hvað að setja inn í pottinn og þetta var dýnamískur hópur sem heldur ennþá mjög góðu sambandi og það rosalega gaman að sjá hvernig þau geta nýtt sér í rauninni enn þann dag í dag að taka upp tólið og hringja og spyrja ráða hjá hvort öðru. Þetta síðan Austurland, var farið á stað með það í upphafi árs 2017. Þarna blandaði svolítið saman gisting, hótel og afþreying. Það auðvitað það sem kannski gefur þessu mesta gildi þegar fyrirtækin eru ólík. Við megum náttúrulega verðum að passa okkur á því að fyrirtækin sem eru valin inn séu ekki beinni samkeppni við hvort annað, en það getur alveg gistihús eða hótel kannski ekki alltaf í beinni samkeppni þó svo auðvitað þau séu bæði að selja
sambærilega þjónustu sem þá gisting, að þá getur þeirra svona aðkoma verið allt öðruvísi í það hvaða markhópa þau eru að sækja og svo framvegis. Þannig að við höfum aldrei útilokað það þó eins og þið sjáum á Seyðisfirði var gistiheimili og hótel, en þetta vann rosalega vel saman og styrkti þeirra samband heilmikið. Svo fórum við á Vestfirði, í rauninni fórum við bara á Ísafjörð. Það er eiginlega aðeins of mikið lagt að segja að við höfum tekið alla Vestfirði og við eigum í rauninni alveg eftir þannig stóran hluta af Vestfjörðum, af því að þetta var bara þeim árstíma að það var ekki bara opið eða fært á milli. Það sem einkennir þessa fundi er ofboðslega mikið traust milli aðila og það er eiginlega eitthvað sem verður bara ákveðast að það þarf að gerast svolítið hratt. Það eru allir að fara að deila mjög, ég ætla ekki endilega að segja alltaf mjög viðkvæmum upplýsingum, en auðvitað þetta samt upplýsingar sem að aðilar eru kannski ekki að bera á torg alla jafna. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt að inn í þessum hóp myndist mikið og gott traust og aðilum finnist auðvelt að tala saman og setja svona sínar hugmyndir fram. Því að það fyrirtæki sem er í rauninni í hvert skipti verið að skoða, af því að þetta skiptist þannig að það bara eitt fyrirtæki tekið fyrir í einu, að það auðvitað er að leggja á borð fyrir hópinn ákveðnar tillögur, ákveðnar hugmyndir og að kalla eftir ákveðnum úrbótum. Þannig að það kostar svona ákveðið hugrekki líka að koma fram með það. Og hvað er betra en að borða góðan mat þegar þarf að tala mikið saman og mynda traust. Þetta er annar rauður þráður sem hefur verið gegnum allar ratsjár að það er mikið borðið að góða mat. Og þessi mynd er tekin á Óbyggðasetri Íslands, þess að sjá, við eiginlega dettum aftur bara 100 ár. Aðeins bara í lokin á minni yfirferð hér, þetta er í rauninni markmið verkefnisins og við erum fyrst og fremst að leita eftir fyrirtækjum í ferðaþjónustu á þessu svæði sem hafa verið starfandi í einhvern tíma. Við viljum með þessu verkefni efla þessi starfandi fyrirtæki með því að bjóða upp á ákveðna þjálfun og kennslu sem að stuðlar þá í framhaldinu á heilbrigðari rekstri, betri framlegð og bæta í rauninni þessa tæknigetu fyrirtækjana, því að við stöndum á ákveðnum svona tímamótum núna og krossgötum kannski má segja, varðandi það að meðtaka alla þessa nýju tækni og alla þennan hraða og svona þetta er svolítið fyrir fyrirtæki sem eru kannski komin á þann stað að þau veit ekki alveg hvað að gera næst og kannski vita það en hreinlega bara hafa ekki tímann til að þróa, til þess að taka frá í þessa vinnu. Þannig að við erum svolítið að bjóða upp á það líka. Hérna getur aðeins andað og náða fókus og séð svona hvaða nýsköpunar leiðir þú getur farið í því. Núna þarf Selma að taka við og segja allt sem ég glemdi að segja og allt hitt. Takk fyrir. Ég heiti Selma og starfa hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands á Akureyri og ég hlakka mikið til þess að koma hér inn á þetta svæði og taka þátt í þessu verkefni með ykkur. Ég vona að sem flestir hafi áhuga að taka þátt og vera með okkur. En við erum semst að leita núna að 6 metnaðarfullum stjórnendum ferðaþjónustu fyrirtæki hér á svæðinu. Við erum að taka allt Norðurland vestra núna fyrir, Skagafjörð og Húnavatnssýslurnar báðar, sem eru sem sagt tilbúin til þess að leggja í þessa rannsóknarvinnu og naflaskoðun sem Ásta var að tala um. Skuldbinda sig núna í allavega 6 skipti að fer eftir hvort við fáum alla inn eða færri eða fleiri jafnvel. Að skuldbinda sig í þessa vinnu, taka þátt með okkur í 6 skiptum og vinna að eflingu síns fyrirtækis. Þetta krefst þess líka, eins og Ásta talaði um, að fyrirtækin myndi með sér traust og séu ófeimin við að miðla sinni rekstrarþekkingu og þekkingu á markaði og öðru slíku til hinna þegar við erum að byggja þetta verkefni á algjörum jafningjagrunni. Þannig að allir séu jafningjar þegar þeir mæta til borðs. Og að þessir aðilar, þessir 6 aðilar sem við erum að leita eftir akkurat núna, séu tilbúnir til þess að bjóða heim til sín líka. Því við teljum það vera gríðarlega mikilvægan þátt í því að geta veitt þessa uppbyggilegu gagnrýni líka á það sem vel er gert og það sem þarf að bæta og til þess þurfum við að heimsækja hvert annað og sjá hvernig aðrir eru að gera og hvernig við getum síðan bætt okkur. Þannig að við erum að leita eftir þessum aðilum sem eru tilbúnir í þessa vinnu, tilbúnir að vera virkir þáttakendur og hafa gaman að því að læra nýja hluti. Það er líka algjört lykilatriði. Við reynum að hafa gaman að þessu. Það er eins og Ásta talaði um myndast ofboðslega sterkt tengslanett á milli aðila vegna þess að þeir eru að deila leyndarmálum. Og ég hugsa að maturinn sé gjarnan notaður svona til þess aðeins að mýkja fólk líka að komast aðeins að er ekki leiðin að hjarta mannsins og svoleiðis.
En fyrirtækin þurfa sem við munum taka inn í þetta verkefni þurfa að hafa starfað á eða stefna því að vera á heilsársgrundvelli og velta að lágmarki 30 milljónir króna síðastliðin 2 ár. Umsóknarblaðið hjá okkur inn á ratsjón.is og við erum með umsóknarfrest sem til og með 3. febrúar næstkomandi. Við viljum að keyra það svolítið hratt af stað. Matshópurinn heitist 4. og það eru matsaðilar frá Nýsköpunarmiðstöð og Íslenska ferðaklassanum sem að meta aðilana og eins og Ásta tók líka fram áðan að þá erum við að leita eftir fjölbreyttum hópi þannig að við viljum fá fjölbreytileikana í afþreyingu, gistingu og öðru því sem svæðið hefur upp á að bjóða. Og niðurstaða valnefndar verður sem sagt kynnt 7. febrúar þar sem að þeir þáttakendur sem hafa sótt verður tilkynnt það hvort verði með okkur þetta missirið. Má ég aðeins bæta inn í þarna, þegar ég veit að það kemur örugglega vangavelta varðandi veltutölurnar. Þetta auðvitað kannski fyrir einhverja finnst 30 milljónir ársveltu vera há tala, hún getur alveg verið það. Þannig að þetta náttúrulega fyrst og fremst í viðmiðunar. Þannig að ekki láta það hræða við... Þetta ekki alveg grafið í stein. Nei, þetta svona viðmiðunartala. Skipulagið gengur líka þannig fyrir sig að það eru þessi 6 heimafundir sem við miðum þá við að það sé 1 heimafundur á hvert fyrirtæki og dagskráin svona dæmigerð hér á glærunni sýnd hvernig þetta er heilt dagur sem fyrir þetta hópurinn saman í hverjum stað fyrir sig en á milli þeirra funda munum við Sigurður sem hér stendur fara til og heimsækja þeirra aðilar sem eru þáttakendur fara með þeim í gegnum greiningu sem við köllum Innovation Health Check og er alþjóðlegt greiningaverkfæri og niðurstöðurnar úr því eru metnar og bornar saman við fyrirtæki þá út í einum heimi. Þannig að þið fái raunverulegan samanburð á því hvernig fyrirtækið ykkar stendur, hvernig má gera betur og svo þeim atriðum raðað upp í ákveðna forgangsröð. Þannig að þið fáið líka áherslupunkta sem þið ætti þá að vera að leggja áherslu á núna strax og hvað má bíða og svo framvegis. Þannig að við förum yfir og fyrirtækin kynna sig á þessum heimafundum, sýna okkur umhverfi og svæði og hvað við erum að fást við og svo fer ákveðin þessi greining og niðurstaða úr þessari greiningu, Innovation Health Check, er kynnt og svo fara í vinnslu ákveðinu svona greiningavinna meðal hópsins sem að kemur þarna saman. Tímalína verkefnis lítur svona út, við ætlum að keyra þetta og vera búin fyrir miðjan maí. Byrjum hér í þessari kynningarherferð núna 25. og 29. janúar, verðum 29. í Skagafirðinum og svo það umsóknarfresturinn sem nú 3. eins og áður segir. Við ætlum að kynna þáttakendur 7. og svo hefjast handa bara 12. Þannig að það er ekki mikið tími til stefnu en við ætlum að láta þetta ganga smurt og vel fyrir sig þarna. Og svo erum við að hittast aðra hverja viku í rauninni, nema rétt á milli í apríl það koma inn alls konar frí. En á öðru leyti ætlum við að hafa þetta og á þessum upphafsfundi förum við yfir alls konar atriði, praktísk atriði sem eiga náttúrulega styðja við og efla traust á milli þáttakenda. Við höfum trúnaðaryfirlýsingur og annað svona praktískt til þess að tryggja það að allir geti opnað sig þessi mál sem þarf að skoða og þau vilja láta skoða inni á sér. En af hverju að taka þátt í Ratsjóni? Mér langar að sýna ykkur örlítið myndband sem að þáttakendur af Austurlandi segja frá sinni reynslu á verkefninu. Ástæðan fyrir ég vil fara í Ratsjón að skerpa á því sem að gera, fá kannski staðfestingu á einhverjum hlutum, maður vonar allavega, en líka fá sýn annarra, vegna sem maður kannski í svona rekstri, maður er svolítið mikið ofan í pottunum sjálfur að hræra, en maður gleymir stundum yfirsýninni. Ég er að vonast til þess að koma ykkur með aðra sýn sem ég hef ekki séð eða ekki haft tíma í að átta mig á, þannig að fá input frá öðrum og hjálp. Mér finnst þessi aðferðafræði geggjuð, ótrúlega flott, hún er djúp, byggir á því að við komum saman og erum að vinna vinnuna sjálf og eru þáttakendur. Það eru æðislegir rekstraraðilar fyrir austan sem að vita meira en ég gerir nokkuð tíman og öðruvísi hluti en ég gerir, þannig að það er að gera fyrir hlusta þá og það er gott samstarf fyrir austan almennt. Þannig að ég þykir bara vænt að fá að vera partur af því og fá hjálp þeirra og athygli. Þetta fór langt fram úr mínu vonum. Svona.
Það kostar 60.000 krónur að taka þátt og það svona sem samsvarar því cirka bóta að halda einn heimafund. Þetta ekki mikill kostnaður sem slíkur, en fólk auðvitað að ferðast líka á milli aðila og það ákveðin aukakostnaður sem fyrirtækin bera af því. En annars öll ráðgjöf og annað. Við munum halda svona þétt utan hópinn, mynda tengsl við ykkur og vera svona ykkar net meðan þessum tíma stendur og jafnvel eftir þann tíma þá er líka stuðningur í boði og svo til viðbótar fáum við aðra aðila eftir því sem svona þörf þykir. Aðilar sem að þekkja inn á markaðsmál, veflausnir og ýmislegt annað sem að kemur kannski betur í ljós eftir því hvaða hópur kemur saman, hvaða fyrirtæki við fáum inn í verkefnið. En við munum fá aðra til liðs við okkur líka en við munum svona halda mest utan hópinn. Og þarna má sjá hana Ástu, Hermann Ottósson, mig og Sigurð og við höfum öll býsna langa og mikla reynslu úr atvinnulífinu og af stuðningskerfi og öðru slíku þannig að við hlökkum bara til að starfa með ykkur. Hvet ykkur til þess að fara á ratsjáan.is, skoða verkefni betur, umsóknareyðublaðið býsna einfalt og þægilegt og ég bara hvet ykkur til þess að kynna ykkur þetta frekar og hafa samband eða spyrja. Það renna einhverjar spurningar á okkur núna? Það kannski kemur, en þá bara látið það vaða á eftir. Við verðum aðeins á eftir, við Sigurður eftir fundinn og getum þá spjallað ef vilja fyrir hendi. En þá langum við bara til að bjóða Sigurð til þess að taka við með sitt erindi. Hann ætlar að kynna verkefni sem heitir Rising. Já, takk fyrir það. Já, heil og sæl öll og velkomin á þennan kynningafund. Sigurður Steingrímsson heiti ég og starfa hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands og með starfsstöð á Akureyri eins og Selma. En starfsstöðin mín nú að jafnaði bara allt landið og miðin ef að hefur verið það undanfarin ár og verður það trúlega ennum sinn og bara gaman að vera komin hér í Húnavatnssýslurnar og taka þátt í þessu verkefni. Hafa ekki allir inni fengið hugmynd? Við grunum það, en þeim hefur ekki alltaf verið hrundið í framkvæmd það. Stundum, það gerist. En Rising akkurat leið til þess að aðstoða ykkur, hvort sem þið kallið ykkur bara frumkvöðla eða bara venjulegt fólk sem fær hugmynd, að hrinda góðum hugmynd í framkvæmd. En þetta unnið í samstarfi við sveitarfélög í Húnavatnssýslunum. Og eins og kemur þetta fram að við höfum að markmiði að styðja við nýja og góðar hugmyndir sem að auka atvinnulífið og atvinnuflóruna á þessu svæði. Og sko, myndin ákvað að koma aftur og styðja áfram, verkefni koma þeim á stað, styðja þau áfram og reyna að gera að vinna með frumkvöðlunum að því að búa til úr þessu góð fyrirtæki. Nú það eru öll sveitarfélögin á svæðinu sem taka þátt og ásamt atvinnuþróunarfélaginu, SSMF tekur þátt í þessu með okkur. Nýsköpunarmiðstöð við sjáum svona verkefnisstjórnina, við höldum utan fundina og erum hjá okkur koma aðila með fræðslu en það koma líka fleiri og við munum hafa ákveðna mentora með okkur í verkefninu. Nú þessir aðilar hafa ákveðið að leggja til alltaf 3 milljónum og hlutaði verið hvað var til þess að kaupa nýjan búnað, kynningabúnað. En þessi fjármunir, þeir eru hugsaði til þess að styðja við frumkvöðlana sem að vinna þessa vinnu og veita síðan viðurkenningar að loknum verkefni. En spurningin hvers konar verkefni? Er það sama allar þessar góðu hugmyndir sem þið fáið, þið eru út að hlaupa eða ganga, farið í sjóböðin það ekki, og eða annað þess áttar. Þegar ég að vinna með fólki og hvetja til þess að virka hugan, þá heyri ég ofta að menn fá góður hugmyndir þegar þeir eru í það veginn að sofna og svo muna þeir ekki daginn eftir, líka þegar þeir eru að vakna. Þeir eru í baði eða út að skokka. Kannist ekki við það?
þá bara akkurat og þá verður að vera klár með þessar hugmyndir og það séu góðar, en við að því hugmyndir svo margar, þá leggjum við áherslu á hugmyndir sem einhver ákveðin viðbót við atvinnuflóruna á svæðinu. Þessi einhvers konar nýjung, nýbreytni, ný aðferðar, nýja leiðir. Þetta þarf ekki endilega að vera svo gjörsamlega nýtt ef enginn hafi séð þau heyrt áður, þetta þessi einhver ákveð viðbót eða gert með öðrum hætti. Það þarf að vera einhver atvinnusköpun. Það þarf að vera einhver hugmynd að rekstri sem að skapar atvinnu, skapar einhverja tekjur og væntanlega að tekjurnar séu eitthvað hærri heldur en gjöldin. Það eina sem við er kannski pínlítið útilokandi, það þau megi ekki verið í beinni samkeppni við það sem fyrir á svæðinu, og því sem í svæðinu, þá það í Húnavatnssýslu. Það má verið í samkeppni við einhverja aðila vestur í Borgarfirði, við tala ekki um samkeppni við Skagfirðinga, sem þá nauðsynlegt að við samkeppni við reglulega. Það þurfa sem með verkefni, þau þurfa að vera tilbúin að leggja dálítið af mörkum og sinna verkefninu. Það þarf líka að vera einhver verkefni þurfa að vera með þeim hætti að það einhver þörf fyrir það. Þetta frábæra hugtak þörf sem svona lykillinn að öllum hugmyndum sem ganga áfram, því hefur einhver þörf fyrir það. Einhver vill kaupa þetta á, hvort sem hérlendis eða erlendis eða hvernig sem hann lítur út á öðru leyti. Þetta mun gerast nokkuð hratt fyrir sig. Það eins og í hinu verkefninu, svo í Ræsingu, að það umsóknarfrestur til 3. febrúar og þá munum við fara yfir verkefnin og velja þá sem taka þátt, og í raun og veru munu flest allir taka þátt, ég kem að því seinna, en þetta verkefni felur í sér vinnusmiðjur sem svona stór hluti úr deginum. Frá þessi dagsetningar koma þarna upp og þetta byrjar 9 á morgnana og 9 til 12 þá svona fræðsla og þjálfun og annað þess háttar, þar sem að þátttakendur fá ákveðna fræðslu hugmyndavinnu, þróun, ritun viðskiptaáætlanir og annað þess háttar. Seinni eftir hádegið þá síðan vinnustofa, þar sem að fólk getur setið og unnið að sínu verkefnum undir leiðsögn að hálfu nýsköpunarmiðstöðvar, atvinnuþróunarfélagsins eða einhverja mentora. Síðan eru vinnusmiðjurnar að koma þarna fram og 8. apríl þá viljum við að þátttakendur séu búin að gera svona ákveðna áætlun sína hugmynd, hvað þurfi til að hrinda henni í framkvæmd, og þá verða þær settar fyrir matshópinn eða stjórnina sem í raun og veru mynduð af fulltrúum frá sveitarfélögum á svæðinu og nýsköpunarmiðstöð. Við munum mæta reglulega í þessar vinnustofur, en akkurat eins og í Ræsingu þá erum við húðlöt þegar kemur að vinnu. Þátttakendur, þeir sem taka þátt í Ræsingu, þeir þurfa að sinna vinnunni. Númer 1. Við leiðsögnar, við erum ekkert í raun og veru að gera fyrir ykkur, þið eruð að vinna vinnuna. Og ég vísa stundum í Edison sem sagði að til þess að ná árangri þetta væri 1% stillingáfa og 99% blóðsviti og tár. Þannig það að þið þurfið, þegar þeir sem taka þátt, þið þurfa að gefa sér allan í verkefni til þess að ná árangri. Hluta þessu fjármunum, þann geta þátttakendur sótt til þess að vinna einhverju að taka þátt í kostnaði sem við það að koma hugmyndir á framfæri. Þetta getur við eins og efniskostnaður, einhver ráðgjöf, sértæk ráðgjöf, mælingar, prófanir og annað þess háttar. Og eitthvað þá annað sem við höfum opið þarna, ef að stjórn verkefnisins telur eðlilegt að styðja einhvern við að gera eitthvað, þá það pínlítið opið. Þó ég segði að þetta væri númer 1 hugsað verið þá verkefni sem væri einhver nýjung, einhver viðbót við þessum þekkta svæðinu, þá verkefni samt sem áður opið að allir geta tekið þátt í að skrifa viðskiptaáætlun og vinna með sitt verkefni. Bíða eftir hans vakna aftur, já, en til að eiga kost á að taka þátt í samkeppninni, þá þurfa menn að skila fullbúinni viðskiptaáætlun og eftir hverju verður metið eða skoðað? Jú,
það er það að viðskiptaáætlunin vísi þannig að hún er aldrei fullbúin. Þetta er lifandi skjal sem alltaf verið að auka við og bæta, en hún þarf að vera tekið öllum þáttum. Það er verið að lýsa því sem á að gera, hvort sem það er vara eða þjónustu eða í hverju þetta er fólkið. Það er verið að lýsingu á hverju hafi þörf fyrir þetta, af hverju eru líkur á því að það væri hægt að selja þessa hugmynd, hver er markaðurinn, hvort hérlendis eða erlendis, hvernig á að leysa þetta og þá einhver hugmynd hvaðan tekjur koma og hver gjöld getur orðið. Þetta verið nýjung, við segðum áðan, og auka við atvinnuflóruna og það er líka metið hversu líklegt er að verkefninu verði hleypt af stokkunum að menn fara á stað með þetta. Umsóknarformið er einfalt, það er inn á vefnum og menn eru raun og veru bara þurfa að gefa upp grunn upplýsingar, nafn og kennitölu og þess áttar og síðan er í raun og veru bara stutt lýsing á verkefninu. Og af hverju erum við að tala um það? Jú, okkar reynsla er svo að menn koma kannski með einhver ákveðna hugmynd inn á svona námskeið eða inn í ræsingu, en í vinnunni með öðrum hópnum þá þróast hugmyndin verkefnið og er kannski allt annað og öðruvísi þegar verkefninu er lokið. Þannig við erum mjög opið fyrir því að hugmyndin þróist og breytist og verði kannski allt önnur. Bara í lokin þá ætlaði ég rétt að sýna eitt myndband frá aðila sem tók þátt í verkefninu með okkur á Austurlandi og Kristján Krostal heitir hann og hann kom inn í verkefnið þegar hann ætlaði að búa til svona hermikráku, svona frekar einfalda hermikráku, þannig að þegar hann var að smíða þá gæti hann nota hermikrákunum til þess að renna eftir fyrri hlut og þá geta smíðað annað eins. Þetta þróaðist og breyttist hjá honum þannig að hann fór út í það að smíða byssuskefti, ný útfærslur af byssuskeftum sem væri þá eru hönnuð á honum og úr trjáviði frá Austurlandi, það er líka hreindýraskinn, hreindýrahorn og fleira sem er notað í þetta og hvað aðeins við býtum byssuskefti, maður kaupir byssu og fylgir skefti með. Jú, og hvað svo? Jú, byssuskeftin rispast, þau eru ekki alltaf í réttum lit eða þú ert vera með einhvern byssuskefti sem er lítið öðruvísi út heldur öllum hinum og tilfellega það að það er töluvert stór markaður, það er þörf fyrir byssuskefti út í stóra heimi. Akkúrat þetta menn að kaupa töluvert dýru verði. Þetta vil líka þróast þannig að hann er kannski að smíða byssuskefti og alls konar svona smá dæmi sem tengjast þessu. Ég veit ekki hvort það er byssumennin inni, en þegar byssumenn eru að hlaða sjálfir þá er gott að hafa svona til þess að hafa patrónunar í. Þetta er til þess að geyma vöðlurnar eða einhvern búnað. Það er ýmislegt svona sem er bæst við sem tengist þessu markhópi sem hann er að spyrja og er öðruvísi. Síðan bætt hann enn við að hann er líka að kaupa frá öðrum og selja og hluti af hans veldu er það að selja alls konar byssutengdar vörur út allan heim. En hann sem sagt fór alltaf að smíða þessa hermikráku. En þegar hann kom og fór að kynnast hjá okkur í ræsingu þá benti honum það að þetta verður komin aðeins lengra, verður komin í það að við búna sem getur teiknað upp hlutina og síðan verður vélar, fræsara, sægir og annað sem getur hérna bara smíða hlutin. Og hann fór og kynntist vélum hjá okkur í FabLab og notar það núna við sína framleiðslu, sleipur svo til staðan búnað. Hann er að teikna þetta sjálf.
sem að nota þarna, þetta er ekki orðið svo dýrt í dag, þetta er bara vel á þetta núna þegar þú getur framleitt eitthvað og selt. Þetta er bara komið að endalokum í þessu myndbandi. Svona. Þannig að þetta er bara dæmi hérna hugmynd þátttakandi í ræsingu sem að náði að hérna vinna vel úr sínum hugmyndum og búa til lítið fyrirtæki, atvinnu fyrir sig og annan núna líklega og hérna er að nýta heimafengið hráefni, heimafengið bíljulega áhuga þekkingu, hann er mikil áhuga maður veiður og byssu en nota síðan nýjustu tækni við að þróa það og búa það til og markaðurinn er allur heiminn. En endilega, spurningar eða eitthvað þetta. Það eru upplýsingar inn á vefsíðinu okkar, nmi.is og ræsingu. Og bara að gera að velta þessu fyrir sér og taka þátt og sækja eða hvetja aðra til að sækja sparka pínu í rassi þeim sem þið vit ætti að vera þarna, en er ekki, kannski, endilega. Einhverjar spurningar? Allir ætla að skrá sig bara strax.